Þá fréttir og spurðum þá erindislof. Þórður kvaðst vera að hugsa málið og mætti búast við að hann yrði að því óákveðinn tíma. Þorleifur bar Þorstein illa söguna, kvað hann vera argasta íhald og frjálshyggju frömuð, enda hefði hann ekki leyst sig út með gjöfum, þrátt fyrir að hann hefði flutt honum kvæði. Við þessa frétt urðum við mjög forviða og vildum fá að heyra kveðskap hann Þorli hafði flutt ráðherra. Var það og auðsótt mál, enda var það eina kvæði sem hann kunni, og sagði Þorli að það byrjaði á þessum línum: Fram þjáðir menn í 1000 löndum. Og þá var aðeins eftir að fá fréttir hjá Ólafíni mínum Guðmu. Ég hélt vorgláður á hans fund, en aldrei slíku vant, bregst Ólafur illa við, fer hann undan í flæmingi og vill ekki ræða þessa ferð, og við það situr. Ég var hálf miður mín, ég kvaddi, en bráðlega fékk ég þó skýring á þessu háttalegi Óla. Eftir öðrum leiðum komst ég sem sagt að því að Óli vildi ekkert ræða málefni að sér, heldur vék hann að öðru og sér hugleiknara máli. Fór hann þess á leit við Þorstein að hann fengi úthlutað aukakvóta á bátinn. Enda hefði það verið eitt af kosningalofurðum Alþýðuflokksins fyrir síðustu kosningar. Allavega hefði Jón Sæmundur sagt það. Nú, það svona farið að minnka það sem ég fann til að skrifa en hérna, ég ætla að segja frá nokkrum skemmtilegum tilsvörum sem ég man eftir að hafa heyrt niður á lóð svona á síðustu misserum. Og hérna, einu sinni þá, sem oftar, þá kom ég út í Ketilsstöð til Óla og í morgunkaffi að mig minnir. Við vorum að ræða atburði helgarinnar. Óli var eitthvað svona framlág, kannski hann hafi fengið sér skólun helgina, ég vissi það ekki. En hann sagði: Karlmaðurinn er höfuðið, en konan höfuðverkurinn. Eitt sinn mætti ég Rikka í bænum, sent á laugardagskvöld. Rikki er ekki hérna. Ég hafði verið í samkvæmi og var með fleig inn á mér og segi við hann: Má ekki bjóða þér einn lítinn, Rikki? Jú, takk, svaraði Rikki. Ef hann er ekki mjög anskoti lítið. Í annan tíma var verið að ræða kvenréttindabaráttu inn á verkstæði og voru skiptar skoðanir þau mál eins og gengur. Ég man eftir að hafa þá spurt Elvar eftirfarandi spurningar: Hvaða nútíma konu metur þú mest? Og Elvar svaraði: Ég man nú ekki hvað hún heitir, en ég veit hvað hún býr. Og svo þessi gullvegasetning sem Þórhallur Jónasson sagði eitt sinn, en við vorum að ræða trúmálaðum mig minnir: Það var aldrei þurft að leiða mig í freistni. Þangað hef ég gengið einn og óstundur. Nú, það var núna fyrir nokkrum dögum að við Esseringar eignuðumst nýja nágranna og býr hann rétt vestan við verkstæðið og heitir það Njálsbúð. Fyrir nokkrum dögum fóru þeir Þórður Jónsson og Sighvatur þangað í heimsókn, meðal annars til að bjóða hann velkominn í hverfið. Svo Steingrímur þeim fagnandi. Sagði hann að mjög væri vistin og búin að vera daufleg hjá sér. Síðustu dagana hefði hann ekki séð raskast.
skipti það þá engum togum að Steingrími varð að ósk sinni. Því þeir sneru þegar í að baki og hlupu aftur á tók. Skemmstu leið út af lóðinni. Og síðast þegar ég frétti þeim félögum voru enn á hlaupu. En áður en ég hætti þessu þá ætla ég að draga upp hérna plagg eitt mikið og lágt. Heitir það Sigmundar þáttur Sigmundsson. En þar ætla ég að fjalla á ítarlegan hátt vin minn og nágranna, fjöllistamannin Sigmund. En hann hefur tekið sér listamannsnafnið Bláskjár Blómkvist. Bláskjár hér staddur í kvöld og mun væntanlega troða uppi hér á eftir og biðja áhorfendur að taka sérstaklega vel eftir hinum listamannslegu tilburðum hans. Ég held því fram að Bláskjár sé einn færasti fjöllistamæður allra tíma, því ég sá hann eitt sinn framkvæma gjörning. Þá breytti hann fallegu hvítlegnu lambslæri í kolamóla á sviðinu. Og notaði hann við það útigrill. En Bláskjár líka mjög fjölhæfur og afkastamikill til allra annarra hluta. Sem dæmi geti tekið að eitt sinn ég var á leið í vinnuna í vetur, þá var hann að móla bíl í skúrnum hans tengdapabba. Og ég ók fram hjá bíóinu, þá var hann þar kominn að æfa leikrit. Ég þurfti í leiðinni aðeins að skreppa niður á bryggju og hvað haldið þið? Þar var Bláskjár mættur borð í sunnu og var að gera hrein. Og þegar ég stuttur síðan mætti niður á lóð, var hann þar kominn á vakt í verksmiðjunni. Allt þetta á innan við hálftíma og geri aðri betur. En hér verð ég því miður að hætta þessari umfjöllun þennan dugnaðar dreng vegna sérstakra samninga sem tókust núna áðan að ég seldi honum restina af þessum kafla. Og ekki orðum það meir. Ég þakka þér fyrir.